Góðan daginn. Herru, það komið 12. mars og það þýðir það að það komið settur dagur á fallega strákinn okkar. Það sem að fara að gerast núna, ég reyndar eins og það tekja eftir þá komið myrkur. Ég tók eiginlega bara lítið sem ekkert upp í dag. Basically bara út að það var eiginlega ekkert að gera þannig séð, svona merkilegt. Getur sagt að klukkan orðin meir en 8, Baltasar klæddur og við erum hugsanlega fræðilega að fara að rúlla núna niður á Akranes. Ég ætla bara að hafa þetta rosa stutt, ég ætla núna búin að opna þetta og svo bara höldum við áfram vonandi að þetta verði gott kvöld og að okkur gangi ótrúlega vel. Ég ætla að fara að halda áfram að hafa mig til og svo ætlum við að þjóta út. Bara takka æsla fyrir áhorfið, myndum út frábær. Þetta verður gott kvöld, þetta verður langt kvöld, hugsanlega fræðilega. Við erum komin á Akranes og Anita, hún komin í baðið. Þannig að ég ætla bara svona rétt að láta ykkur vita að við erum komin á Akranes og strákurinn hugsanlega komið í dag. Ég ætla að kíkja til Anitu, gefa henni með drykk hérna, svo ég ætla að gefa henni hana. Og svo gefum bara ljós hvað gerist í kvöld. Klukkan núna dett í 6:30, þannig að tjekkum á. Þá var þetta búið, það komið nýjir meðlimir í fjölskylduna og ég var að sýna að nú ætlum við að gera smá tribute bara nýja strákinn. Fyrstu gestirnir sem komu og kíktu á litla nýja strákinn. Hamingjóskir með soninn, elsku Daniel og Anita. Nú Baltasar orðinn stóri. Pabbi og Steinum. Biðin búin og því ekki lengur bíðum við eftir fréttum góðum. Því nú fæddur fagur drengur og fjölskyldan stækkar óðum. Hvað að minna yrkja? Á þessum létta og ljúfa degi kom hann í heiminn lítill og fagur. Þótt daga valið þrátt að megi, hvort 13. sé réttur dagur. Hann valdi sér dagur stóribróðir, sælir þeir eiga hann saman. Þeir verða í uppvexti félagagóðir, vinir sem verða svo gaman. Herðu, þá pabbi og Steinun, þau eru farin. Og núna erum við bara hérna aðeins að gúra. Strákarnir, mamman hérna hliðina á. Og við ætlum aðeins að hvíla okkur og foreldrarnir Anitu eru á leiðinni hingað, þannig að við ætlum aðeins að reyna fá smá pásu eða svona hvíld áður en þau koma öll. En finnst ykkur hann ekki hræddur? En ekki dæti drákur? Þá er þetta komið frá þér, sko. Kemur frá mér? Þú spá okkur við erum eignum svona stóra strákar. Veistu, skilalega þessu þung? Og klukkan detta í 10. Nú orðin meir en 10. Við erum bara ennþá upp í rúmi, drengurinn sofandi og ég að pæla í þetta bara núna enn og aftur taka æðsla fyrir öll skilabóð sem ég búinn að fá og öll skilabóð sem Anita búinn að fá og já, ég ætla bara að fara að sofa. Þetta búið að vera löng helgi
og við erum ótrúlega ánægð. Ég er allavega í skýjunum. Ég er ótrúlega ánægð með konuna mína, hún stóð sig eins og hetja. Fallegi strákurinn minn er kominn heim og þetta er bara yndislegt. Ég ætla að enda þetta í dag, bara njótu lífsins, þú ert frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Sjáumst á morgun vonandi. Bye bye.